með lestur og svo eins og vanalega erum við með hugleiðslu bæn í lok lestrar, þannig að endilega hvet ykkur til að sita allan lesturinn og alls ekki missa af hugleiðslu bæninni sem mikill lykill í því að geta meðtekið orðið inn í hjarta okkar og framkvæmda. Þetta snýst það. Og ég trúi því að lesturinn í dag verði mjög stórkostlegur og lífsbreytandi fyrir alla þá sem að hlýða á hana lestur. Þetta lestur sem kom beint frá heilögum anda þegar ég fór að leita Drottins og fór að spyrja hvaða efni eigum að hafa fyrir fundin í dag, hvað við að tala og hver á titillinn að vera og með þess að titillinn eða yfirskriftin kom til mín frá Guði á valdi hvers ert þú? Af því að við eigum Guð sem að vill gefa okkur frelsi, sem vill að við séum frjáls. Og við lifum í samfélagi þar sem það endalaust val, það endalaust áreiti, það endalaust afþreying, endalausar bækur, matur, ferðalög, frelsi, fólk, en það líka veikindi og erfiðleikur og áföll og þrengingar og fólk allsstaðar. Það vinnan, það námið, það vinirnir, það fjölskyldan og svo framvegis. Og mitt í þessum lífshrærigrauð, þessum hraða, þessum kröfum, þessu kapphlaupi, hver erum við? Og hvar erum við? Og hvert erum við að fara? Og hver eða hvað mótar okkur, stýrir okkur, hefur vald yfir okkur og okkar vali, hvað við erum að velja alla daga, jafnvel oft á dag. Og fyrir hvern og fyrir hvað lifum við þessu lífi? Í hvað erum við að setja orkun okkar, peningan okkar, tíman okkar, hjartað okkar og við hvað erum við að eltast í þessu lífi? Hverjum erum við að þjóna? Hvern og hvað erum við að tilbiðja og hvert og hverjum erum við að gefa valdið yfir okkur sjálfum, yfir okkar lífi, stjórnina? Erum við á sjálfstýringu eða autopilot með svo mikið í fanginu, svo upptekinn alla daga að við höfum ekki tíma til að setjast niður í ró og næði með Guði, skoða okkar eigið hjarta. Hver stjórnar tímanum okkar, hver eða hvað tekur tíman okkar? Og á valdi hvers erum við raunverulega? Erum við á valdi vinnunar okkar, sjónvarpsins, Netflix, hvað með samfélagsmiðla, síman okkar, eða eru kannski áhyggjurnar, óttinn eða kvíðinn eða streitan búin að taka yfir okkur eða okkar líf? Hvað með veikindi eða sjúkdóma? Eru veikindi eða sjúkdómar við völdi okkar lífi að búið að taka þar yfir? Líkaminn okkar, matur, sætindi, hefur matur vald yfir okkur? Hvað með annað fólk? Hvað með tilfinningar eða tilfinningar annara? Hvað með tilfinningar fólks eða jafnvel álit fólks á þér? Það svokallaður ótti við menn. Hefur svefnin vald yfir okkur, heilsan okkar eða kannski jafnvel okkar eigin hugsanir? Hvað með neikvæðar tilfinningar? Og við þurfum að spyrja okkur þessar spurningar og við þurfum að velta þessu fyrir okkur. Hvar kemur Guð þarna inn? Eða við sjálf? Og ef það er við sjálf, þá hvaða partur er það andin eða holdið? Við höfum fjallað svolítið þetta að lifa í andanum en ekki holdinu. Og Biblían er stútfull af versum þessar áleitnu spurningar. Og Jesús Kristur, hann dó á krossi og reis upp frá dauðum til þess að frelsa okkur til frelsis. Og nafni Jesús þýðir sá sem frelsar. Og í þessu frelsi felst tvenns konar frelsi. Það er í fyrsta lagi
frelsun sálar okkar sem að gerist þegar við veljum að trúa því í hjartanu að Jesús er Guð og við játum það með munninum. Þá frelsar Guð sálin okkar og við öðlumst inngöngun í himnaríki Guðs og þegar að lífi okkar hér á jörðinni lýkur þá förum við inn í Guðsríkið og lifum þar í eilífu ljósi, í eilífum friði, í eilífum kærleika á besta og fallegasta stað sem til er í veröldinni. Það er frumtilgangur okkar hér. Þannig að það er frelsun sálarinn í fyrsta lagi og í öðru lagi líf í fyllstu gnægð og algjört frelsi í þessu lífi sem við eigum hér á jörðinni. Og í þessu felst að við vinnum með Guði til að losa sál okkar undan öllu ánauðar oki, öllu sem heftir okkur, öllu sem bindur okkur, öllu sem meiðir okkur og tekur vald yfir okkur og stjórnar okkur. Og þetta sem ég er að tala um hér er kallað í Biblíunni skurgoð eða hjáguður. Og hvort tveggja ætlum við, þessi tvö frelsi sem Guð gefa okkur, ætlum við að taka á móti í hugleiðslubæninni hér í lok fundarins. Og það er fátt sem að endurspeglast í ríkara mæli, bæði í Gamla testamentinu en líka í Nýja testamentinu, heldur en viðvörun Guðs til okkar myrkrið og ógæfuna sem að fylgir skurgoðadýrkun, og það er algjörlega nauðsynlegt að við sem kristni menn og konur sem tilbúin að fara í þessa hreinsun skurgoða úr hjart okkar og sál með Guði, og það er það sem við ætlum að gera saman hér í kvöld. Amen. Og hér er mjög mikilvægt áður en ég fer að útskýra hvað er skurgoð og hvernig skurgoð í nútíma samfélagi birtast, að við séum ekki ofljóta dæma og ofljóta að segja nei. Ég er ekki með nein skurgoð, ég er ekki neinni skurgoðadýrkun og þetta er ekki vandamál hjá mér. Það segir í Jeremía 17:9 að hjartað er svikult og forhert, hver fær skilið það? Og að það er Guð einn sem rannsakar og prófa hjartað okkar og opinbera fyrir okkur það sem þar leynist. Og þannig er Guð einfaldlega að segja, það er ekki séns að við í okkar mannlega mætti séum meðvituð allt sem býr í hjartan okkar. Það er bara Guð einn sem veit þetta. Og hann er alltaf að tala til okkar og reyna að benda á hvað það er sem er í hjart okkar, fá okkur til að staldra við og vinna þessa vinnu með honum. Og við þurfum að hlusta. Við verðum að hlusta á Guð. Nútíma skurgoð. Hvað er skurgoð? Og skurgoð eða hjáguður er ekki bara einhvers konar líkneski sem við smíðum okkur, til dæmis eitthvað gullnaut sem við setjum síðan upp á eitthvað altari eða upp á okkur stall heima hjá okkur og erum síðan að tilbiðja eða beygja okkur og bugta okkur fyrir eins og þau birtast eða eins og þeim er ofta lýst í Biblíunni. Fæst okkar eru með þannig, og ég þekki engan sem er með eitthvað þannig skurgoð heima hjá sér og eitthvað svona reykelsi og er að tilbiðja eitthvað gullgeit. En þessar lýsingar í Biblíunni er hins vegar mjög táknrænar fyrir það hvað skurgoð er. Það er að segja, það er eitthvað sem við sem menn smíðum okkur sjálf og tilbiðjum svo. Og skurgoð er allt sem við tilbiðjum og reiðum okkur á og setjum von okkar á sem er eitthvað annað heldur en Guð sjálfur eða Jesú Kristur. Skurgoð er allt sem við gefum þann sess í okkar hjarta, það hlutverk í okkar lífi sem að Guð einn á að hafa. Skurgoð er allt það sem á að veita okkur það sem við þörfnumst, sem aðeins Guð almáttugur einn á að veita okkur. Og það er við sjálf sem höfum í hjarta okkar, yfirleitt ómeðvitað. Þetta er yfirleitt mjög ómeðvitað, gefið þessu skurgoðu þennan sess í okkar lífi sem gerir það verkum að þetta skurgoð fari vald yfir okkur og stjórnar okkur. Og ég ætla að taka mörg dæmi skurgoð
stærstu og algengustu skurðgoðin í nútíma samfélagi og eitt skýrasta og valdamesta skurðgoð í nútíma samfélagi hins vestræna heims matur. Og hvað margir hérna inni sem að hafa gefið mat valdið sér? Nokkrir, já, nokkrar hendur hérna, jú. Og ég glímdi við átröskun í 18 ár og ég veit alveg hvernig það að vera vald til matar. Og óafvitandi var ég búin að gera mat að Guði í mínu lífi sem ég var að tilbiðja. Og við verðum að tala þetta svo við getum fengið frelsi frá mat. Og þetta nákvæmlega rót matarfíknar og óheilbrigðs samband við matar. Það að segja að matur verður skurðgoð því að matur á að vera okkar Guð eða gegna hlutverki í lífi okkar sem Guð almáttugur á einn að gegna. Til dæmis, það fólk sem trúir því að tilgangur lífsins sé að borða góða mat. Guð almáttugur Jesús Kristur okkar tilgangur. Fólk að nota mat sem huggun. Matur á að deyfa neikvæðar tilfinningar. Matur á að deyfa sársauka. Matur á að gefa mér slökun. Matur á að gefa mér skemmtun. Matur á að taka í burtu vandamálin. Matur á að gefa mér lækningu. Það fullt að stór hópur fólks þarna úti sem að setja lækninguna sína á mat. Matur getur ekki gefið þér neitt, nákvæmlega ekki neitt, nema líkamlega næringu fyrir líkamann þinn og það Guð almáttugur sem gefur okkar en stundum gera hann það í gegnum mat. Matur getur ekki læknað okkur. Jesús Kristur læknirinn okkar og Jesús hann lýsti alla fæðu hreina. Hann sagði, það ekki maturinn heldur það sem þú trúir matinn sem að gildir og þetta kemur skýrt fram í 14. kafla í Rómverjabréfinu. Það veit ég með fullri vissu á trúnni á drottin Jesú að ekkert vanheilagt í sjálfu sér, nema þá þeim sem heldur eitthvað vanheilagt, honum það vanheilagt. Og í ensku þýðingunni segir, I know and am convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Það ekkert óhreint, það ekkert saurga mengað í sjálfu sér. But to him who considers anything unclean, to him it is unclean. Þannig að þegar við trúum því að eitthvað sé mengað, saurgað, skaðlegt, þá það sú trú okkar sem að gerir það verkum að það verður það. Og það sama á við mat. Þess vegna svo mikilvægt að við séum alltaf með jákvætt heilbrigt viðhorf gagnvart mat og trúum því að það sem við erum að borða hverju sinni sé bara hollt og gott fyrir okkur, gefa okkur það næringu sem við þörfnumst og líkaminn sér að skila rest. Og ef matur skurðgoð, mun matur alltaf svíkja okkur, alveg eins og áfengi svíkur alkóhólistan. Og þegar þetta fær að viðgangast lengi þá getur þetta skurðgoð snúist upp í risastórt skrímsli sem tekur yfir og stjórnar okkur og getur skapað vítarhring sem erfitt að brjótast út úr og þetta þekki ég. Bæði í gegnum alkóhólisma minn þegar áfengi var skurðgoð í mínu lífi eða hjá Guð jafnvel eða bara bal var minn Guð og líka hvað var það mat. Ég þekkti ekki Guð og ég átti ekki séns. Og það mjög einföld leið að skoða, og nú erum við að taka bara dæmi þetta skurðgoð, hvort matur eða eitthvað annað skurðgoð sé í líf okkar, þá setjumst við niður, við byggjum Guð aðstoð og opinberun og við einfaldlega segjum matur gefur mér og síðan byrjum við að tala út. Og það mun koma upp. Það mun koma upp út munnin tala hjarta, segir í Biblíunni. Og þá förum við að skoða. Annað skurðgoð til dæmis peningar, þegar við fyrir að tilbiðja peninga, þá opnast leið fyrir græðgina og allt myrkri sem fylgir því. Sumir segja að peningar gefa mér frelsi. Nei, Guð gefur þér frelsi. En ein af aðferðunum sem að Guð gefur þér frelsi í gegnum peninga. Hann getur gefið þér peninga til að gefa þér frelsi, en það ekki peningarnir sjálfir sem að gefa þér frelsi. Það alltaf Guð, en hann notar hluti eins og mat, peninga og ýmislegt til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst. Ég ekki að segja að peningar að matur sé eitthvað illt eða vont, alls ekki.
En þegar við förum að tilbiðja og gera það að skurðgoð í okkar lífi og íta þannig Guði frá okkur á því sviði, þá kemur myrkrið. Mjög stórt skurðgoð kerfið, barnaverndarkerfið, heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið. Við megum ekki gleyma því að kerfið er eitthvað sem að maðurinn skapaði, eitthvað sem við sköpuðum. Og Guð getur vissulega nota kerfið til að hjálpa okkur og gefa okkur það sem við þörfnumst. En ef við erum að leita fyrst til kerfisins, reiða okkur á kerfið, trúa á kerfið, kerfið á að bjarga mér, kerfið á að sjá fyrir mér, heilbrigðiskerfið á að lækna mig, dómskerfið á að gefa mér réttlæti, þá erum við farin að tilbiðja kerfið sem skurðgoð og þá lokum við fyrir lækningu Guðs, björgun Guðs, réttlæti Guðs, umsjá og allsnætti Guðs er að fylgja mér. Og kerfið mun bregðast okkur. Það mun gerast ef við erum að tilbiðja kerfið sem skurðgoð. Og af hverju mun það bregðast? Af því að Guð er að segja hættu að tilbiðja og reiða þig á gagnslaust skurðgoð sem getur ekki gefið þér neitt. Kerfið er ekki lifandi, kerfið hefur ekki mátt, kraft, vald eins og Guð. Guð er að segja, leitaðu fyrst til mín, reiddu þig algjörlega á mig og ég mun bjargar. Ef okkur vantar réttlæti, þá leitum við ekki fyrst til dómskerfisins, við leitum fyrst til Guðs og það getur verið að Guð segir, farðu og talaðu við þennan lögmann og kerfi eða farðu í dómsmál, skilji hvað við. Og þá er það Guð sem gefur þér réttlæti í gegnum dómskerfið, en við erum að leita til hans fyrst og reiða okkur á hann. Amen. Jeremía 17, 5-8 segir, svo segir drottinn, bölvaður er sá sem treystir mönnum og reiðir sig á styrk dauðlegra, en hjarta hans víkur frá drottni. Hann er eins og nakinn runni í eyðimörk. Hann verður ekki hins góða var sem framhjá fer. Hann verður að búa í sviðnu landi í eyðimörkinni á óbyggilegri saltsléttu. Svo segir hann, blessaður er sá sem treysti drottni, drottin er athvarf hans. Hann er sem tré gróðursett við vatn, hann teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Þegar við reiðum okkur á Guð og losum út þessi skurðgoð og leitum hans fyrst, þá erum við áhyggjulaus, lauf okkar eru sígræn, við óttumst ekki, við berum ávöxt án afláts, Guð sér okkur. Og það er það sem hann þráir og það er það sem hann vill. Og í Habbakúk 2:18 og áfram, að það tala svolítið gagnsleysi skurðgoða og þetta er mjög víða í Biblíunni. Og ég ætla ekki að fara í öll þessi vers, en ég hvet ykkur til þess að skoða þetta sjálf. Þetta er á mjög mörgum stöðum, þetta er út allt í Gamla testamentinu, líka í Nýja testamentinu og mikið vara við þessu. En ég ætla að lesa hérna úr Habbakúk og það segir, hvað gagnar skurðmynd að smiðurinn sker hana út eða steypt líkneski og lega fræðari, að smiðurinn treystir á það svo hann býr til mállausa guði. Vei þeim sem segir við trétrump, vakna þú, rís upp við dumban steinin. Mun hann geta frætt? Nei, þó hann sé búinn gull og silfri, þá er engin andi í honum. Hann segir þetta er algjörlega gagnslaust að reiða sig á eitthvað sem að menn hafa sjálfur skapað. Það er engin viska, þetta getur ekki talað, þetta getur ekki gefið þér neitt. En svo segir hérna, en drottinn í sínu heilaga musteri öll jörðin verið hljóð fyrir honum. Við erum að vera hljóð fyrir drottni og í því felst að við setjum hljóð frammi fyrir honum og við hlustum á hann. Hann er alltaf að tala. Ég ætla að taka nokkuð dæmi fleiri skurðgoð sem eru svona nútíma skurðgoð áður en við förum síðan í af hverju myndast skurðgoð, hvað er það sem veldur í og hvað áhrif hefur það og hvernig losum við það út, losum við okkur við það og við ætlum að fara síðan í hugleiðslubænina og gera það. Eitt skurðgoð sem er mjög
algengt heimili okkar. Það getur orðið heimili okkar, getur meira svo orðið að skurðgoði þegar heimili okkar á að gefa okkur öryggi og frið og skjól og athvarf. Heimilið dauður hlutur. Það getur ekki gefið okkur frið, öryggi, skjól eða athvarf. En Guð friður og Guð öryggi og Guð athvarfið okkar. Og hann getur gefið okkur þetta. Amen. Og hann getur meðal annars gefið okkur þetta í gegnum heimili okkar. Að fylgja mér. En ef heimilið orðið einhverju skurðgoði sem á að gefa okkur öryggi og frið og við erum að tilbiðja það með þeim hætti, þá kann að vera að heimilið sé sveipað óöryggi og ófriði og sömuleiðis hjarta okkar. Og það þannig sem Guð tala til okkar. Og það var tímabil í mínu lífi þar sem mér leið alls ekki vel heima hjá mér. Og ég var farin að taka eftir mynstri. Ég fór kannski út að leika með krakkana og þá var ég glöð og ánægð og mér leið rosa vel og ég var kát. Svo kom ég heim til mín og það bara búff. Það bara helltist yfir mig eitthvað svona myrkur og vanlíðan. Og ég fór að skoða þetta og ég áttaði mig á því að heimili mitt var skurðgoð og Guð var að tala til mín. Heimili átti að gefa mér allt þetta. Öryggi, frið, vellíðan, fjölskyldu og það, ég get talið upp helling, það var mjög stórt skurðgoð og þar af leiðandi var útilokað að heimili mitt heilbrigt. En þegar ég fór að taka til í hjartanu mínu með Guði, þá gæti ég tekið þetta allt af heimilinu og sett þetta á Guð. Og núna líður mér vel heima hjá mér. Makinn okkar, hann getur verið skurðgoð. Makinn okkar, á hann að vera kletturinn okkar, gefa okkur ást, gefa okkur öryggi. Guð gefur okkur vissulega ást, vernd og öryggi stundum í gegnum makann okkar. En ef við hengjum þessar þarfir okkar, grunnþarfir okkar, á makann okkar, þá standa þær líka og falla með honum. Maki getur farið. Og ef að makinn okkar öryggi okkar og verndin okkar, þá fer öryggi okkar og verndin okkar með honum. Að fylgja mér. Fólk hverfult, Guð mun aldrei fara frá þér. Heilsan okkar getur verið mjög stórt og öflugt skurðgoð og heilbrigði og ég hef svo oft heyrt þennan frasa og ég sagði þetta oft sjálf áður fyrir, ef ég hef ekki heilsu þá hef ég ekkert. Ef ég heilbrigð þá hef ég allt. Nei, ef þú hefur ekki Jesús Krist þá hefur ekkert. Ef þú hefur hann, þá hefur allt. Ef heilsan mín á að gefa þér líf, ef heilsan mín á að gefa þér frelsi, ef heilsan mín á að gefa þér lífsgæði, afkomu, gleði, þá ertu búin að gera heilsuna að skurðgoði og setja hana á stall. Heilsan mín partur af þér sem að Guð skapaði. Og af hverju erum við að tilbiðja eitthvað, sköpunina, í staðinn þess að tilbiðja skaparann sem hefur valdið yfir þessu, sem að skapa þetta, sem getur smellt fingrum og umbreytt heilsun okkar á augabragði. Og við getum líka gert okkur sjálf að Guði, að verið okkar eigin Guð. Og þarna kemur og það ekki gott, það ekki góður staður að vera sinn eigin Guð og ég hef reynt að vera þar í mörg ár og það skapaði rosalegt svartnætti og sjálfshyggju og sjálfselsku og eigingirni og samkeppni og ófrið og já, þannig að ég átti að redda öllu, ég átti að gera allt, ég átti að lækna sjálfa mig, skapa með minn eigin tilgang, reiða mig á sjálfa mig, trú á sjálfa mig, þjóna sjálfur mér, elta mína eigin drauma, þjóna mínum eigin hag og þetta rosalegt myrkur. Það segir í Biblíunni sjálfshyggjan myrkur, en andinn líf og ljós og sjálfshyggjan leiðir til dauða. Þannig að það að vera sinn eigin Guð oft eitt af verstu skurðgoðunum. Við eigum að reiða okkur á Guð, við eigum að elta drauminn og tilgangi sem Guð gefur okkur. Við eigum að elta Jesú Krist. Og ein af megin afleiðingunum af því að vera með skurðgoð, það óheilbrigð ábyrgð. Og ég er búin að vera að tala óheilbrigða ábyrgð á netinu
og ég fann að þetta var að koma frá andanum og svo þegar ég var að huglega að biðja núna í morgun að ég fann að Guð var að tala til mér, þetta tengist, þessi skurðgoð, ég sé að það er að koma umræður og spurningar inn á tjattinu og ég ætla að taka þessar umræður bara í lok fundarins og það er bara mjög gott að fá spurningar og aðra skoðanir og ég var að tala við Guð, ég sagði hvernig tengist þessi óheilbrigða ábyrgð, þessi skurðgoðum í líf okkar og það er að segja þegar við erum að reyna að bera ábyrgð á öðru fullorðnu fólki, við erum að reyna að bera ábyrgð á heilsu annarra, við erum að reyna að bera ábyrgð á tilfinningum annarra, að bera ábyrgð á öllum heiminu, við erum að reyna að bera alls konar ábyrgð sem við getum ekki borið og síðan slegust við undan því og það koma ofhugsanir og Guð fór að setja þetta saman inn í hjarta mitt og hann gaf mér opinberun og hann opinberaði fyrir mér rótina og hvernig hún tengist óheilbrigðri ábyrgð afleiðing skurðgoðs í hjarta okkar að því að ef ég ber ábyrgð á einhverju þá get ég kannski stjórna því til að láta það gefa mér það sem ég þarfnast frá því. Og það hvernig skurðgoði byrjar í lífi okkar og þessu óheilbrigða ábyrgð, það byrjar þannig að oft ómeðvitað þá snúum við hjarta okkar frá Guði á ákveðnu sviði. Við til dæmis ákveðum að samþykkið okkar eða sjálfsmyndin okkar komi frá öðru fólki en ekki frá Guði. Og þannig þegar við höfum snúið hjarta okkar að þessu leyti frá Guði og gert annað fólki að skurðgoði í líf okkar, þá fær fólk vald yfir okkur og getur upp af vissu marki stjórna okkur og við mætum öðru fólki alltaf skörlægra og í skorti af því að við þörfnumst eitthvað frá þeim. Allir þurfa samþykki, allir þurfa viðurkenningu, allir þurfa sjálfsmynd. En hvert þurfa að sækja þetta? Og við þurfum að þarfnast þess frá öðru fólki að það samþykki okkur. Og við höfum þörf fyrir það að fólki líki vel við okkur eða hafi jákvæða mynd af okkur. Og afleiðingin er svo að við þurfum að óttast menn, við verðum meðvirk og þóknumst og getum jafnvel orðið stjórnsöm og afskiptasöm. Og í þessum meðvirku viðbrögðum erum við að reyna að stjórna eða manipulera fólk til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst frá þeim. Er það fylgja mér? Skilja þetta? Já. Og þá erum við farin að bera ábyrgð á þeim og við erum jafnvel tilbúin að láta alls konar rugl og bull ganga yfir okkur frá öðru fólki í þeirri veiku von að fá það sem að við teljum okkur þarfnast frá hinni manneskjunni. Og það sem þetta gerir er að annað fólk fyrir að hafa óeðlileg áhrif á líf okkar og við getum ekki átt heilbrigt samfélag við fólk. Og það sem gerist líka er að við munum ítrekka upplifa vonbrigði. Að fólk bregðist okkur, fólk er ekki að gefa okkur það sem við þörfnumst, fólk er ekki að gefa okkur viðurkenninguna, samþykkið og svo framvegis. Af því að við höfum ekki meðtekið þetta frá Guði, þá höfum við heldur ekki gefið okkur sjálfum þetta. Og við erum ekki að fara að fá þetta þá frá öðru fólki. Og þannig að í staðis að leita fyrst til Guðs sem að fúsum og frjálsum vilja gefur okkur allt þetta og svo miklu, miklu meira erum að leita eftir því að fá þörfum okkar fullnægt í þessum heimsins hlutum. Hvort sem frá öðru fólki, mat, kerfinu, peningum, áfengi, eignum og með því lokum við fyrir kraft Guðs og erum í rauninni í vissum skilningi hafnunum hvað þetta tiltekna svið varðar í okkar lífi og það er þess vegna sem að Guð kallar skurðgoðinn viðurstyggð eyðingarinnar. Þetta er mjög sterkt orðað í Biblíunni. Og ef að við höfum snúið hjarta okkar frá Guði, af því að við erum búin að skapa skurðgoði hjarta okkar, þá kemur myrkur inn í það svið, af því að Guð er ljósið. Guð er ljósið og myrkur er skortur á ljósi. Og við erum búin að loka fyrir Guð. Og þá er myrkrið þar við völdin, þar við losum okkur við skurðgoði og snúum til Guðs með einlæga iðrun í hjarta og Guð fyrirgefur alltaf. Og hann læknar þetta. Þegar við mætum honum þannig og við ætlum að fara aðeins í þetta og eftir.
Og því meira sem við reynum að stjórna einhverju, því meiri stjórn hefur það yfir okkur. Þannig óheilbrigð ábyrgð afleiðing skurðgoss í hjarta okkar og snýst aldrei hinn aðilann eða það sem við erum að reyna að bera ábyrgð á, heldur okkur sjálf og okkar viðleitni til þess að manipulera það skurðgoði til þess að það gefa okkur það sem við þörfnumst frá því. Er það að fylgja mér? Og oft verður þetta svona vítahringur. Þetta verður svona vítahringur þar sem við sökkvum dýpra og dýpra inn í myrkrið með þetta af því að við þörfnumst þessa, við þurfum frið, við þurfum huggun, við þurfum lækningu, við þurfum sjálfsmynd, við þurfum þetta allt. Allt er þetta hluti af okkar grunnþörfum en við erum ekki að fara beint í Guðs og þá eru þessi svið óheilbrigð og ástæðan fyrir því er meðal annars það að Guð er að tala til okkar. Hann er að segja, hlusta á mig. Hlusta á mig. Það er tilgangurinn með því að Guð leyfir öllu þessu myrkri að vera áfram hérna á jörðinni. Guð, eins og ég sagði áðan, notar vissulega það sem er í heiminum til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst. Guð gefur okkur vissulega viðurkenningu stundum í gegnum annað fólk. Guð gefur okkur vissulega heilbrigði og lækningu og veljan stundum í gegnum hluti eins og mat, hreyfingu, heilbrigðiskerfinu, en það kemur frá Guði, ekki frá þessum hlutum sjálfum. Það kemur frá Guði í gegnum þessa hluti og þessa einstaklinga, að fylgja mér. Og sterkasta vísbendingum óheilbrigða ábyrgð og þar með skurðgoð eru ofhugsanir. Ofhugsanir eru ekki óvinur okkar, það eru að segja okkur eitthvað. Og þegar við glímum við ofhugsanir sem eru bara mjög miklar hugsanir, getum ekki hægt að hugsa eitthvað ákveðið, þá þurfum við að skoða hjarta okkar og setjast niður með Guði og spyrja hvað er að gerast, af hverju er með þessar ofhugsanir, hvað snúast þær? Af því að ofhugsanirnar snúast það svið í þínu lífi þar sem þú ert að glíma við óheilbrigða ábyrgð og skurðgoð. Af því að þegar við trúum því við berum ábyrgð á okkur, þá erum við stöðugt að hugsa hvernig við getum axlað þessa ábyrgð. Ef við erum ekki að hlusta og taka eftir, þá geta ofhugsanir og ofhugsanir fá bara að gressera, þá geta þær vissulega verið stór rót af óheilbrigði og vanlíðan. Klárlega, það dreina orkun okkar. Hver hugsun er orka? Og ef við erum mjög mikið í stanslausum ofhugsanum, þá fer öll orkan okkar í allar þessar ofhugsanir og við bara dreinumst og við eigum enga orku eftir. Er að fylgja mér? Þær geta líka haft mjög neikvæð áhrif á svefnin okkar, við leggjumst á koddann, hausinn fyrir á milljón, orkan okkar fyrir á milljón, þá náum við ekki að slaka á til þess að geta sofnað á kvöldin. Hvað er margir sem hafa upplifað það? Klárlega. Og í grunninn er þetta óuppfylltar þarfir okkar sem Guð einn getur uppfyllt en í staðins að leita til hans smíði við skurðgoð í hjarta okkar sem að getur síðan blásið upp. Og þetta getur orðið svona eins og skrýmsli sem að étur allt og tekur allt. Og við verðum þrælar skurðgoðsins. Það er hægt að taka endalaust dæmi þetta en við höfum ekki allan tíman núna. Guð skapaði. Og það er svo mikilvægt líka að átta sig á að við berum ábyrgð að vinna í þessu með Guði til að losna við þessu skurðgoð og það er engin fordæming eða skömm í þessu, bara opinberun. Og ég get sagt ykkur það að hvert einasta skurðgoð sem ég er búin að nefna í kvöld eru dæmi sem ég tek af því að ég hef sjálf verið að tilbyggja þessu skurðgoð í mínu lífi. Og ég þurfti að setjast niður með Guði með einlægt hjarta og iðrast og biðja hann að hjálpa mér þegar ég fór að lesa þessi vers í Biblíunni skurðgoðin. Og ég var föst í þessum viðjum. Eins og ég segi, við erum að leita beint til skaparans til þess að fá þörfum okkar fullnægt en ekki til þess sem hefur verið skapað. Þarftu frið, Guð er friður. Þarftu ást, Guð er ást. Þarftu öryggi, Guð er öryggi. Þarftu lækningu, Guð er lækning. Þarftu næringu, Guð er næring. Þarftu félagsskap, Guð er okkar besti vinur. Þarftu ráðleggingu, Guð er viska og Guð er speki. Vantar þig tilgang, Guð er tilgangur og hann gefur okkur öllum tilgang.
vantar því gleði, vantar því hamingju. Guð er gleði og hamingju. Hann sagði, leitaði fyrst míns ríkis og míns réttlætis og þá mun þér veitast allt þetta að auki. Þegar við leitum fyrst til hans með þarfir okkar, þá mun hann sjá til þess að þeim verði fullnægt, hvort sem að hann setur að beint í okkur eða þá hann notar allt þetta sem er í heiminum. Nú hvernig verða skurðgóð til? Eins og ég sagði upp að skurðgóð verða til þegar við gefum einhverju öðru en Jesú Kristi sjálfum stöðu Guðs eða hlutverk í okkar lífi sem Guð einn á að hafa. Til dæmis þegar matur á að gefa okkur huggun, en það segir í Biblíunni að Jesús Kristur er huggari minn. Kerfið á að bjarga mér, en það segir í Biblíunni að Jesús Kristur bjarga mér og Jesús Kristur er bjargvætturinn minn. Og hvaða áhrif hefur það að vera með skurðgóð? Og í fyrri Samúelsbók er að finna mjög magnaða lýsingu og tákmynd upp á skurðgóð, hvernig skurðgóð verður til og hvaða afleiðingar það hefur og hvernig við getum orðið frjáls undan því. Og hérna er ég að vísa í 8. kafla í fyrri Samúelsbók. Og þar er segið frá Samúel sem var svona spámaður, mjög virtur og valdamikill spámaður og dómari í Ísrael. En á þessum tíma hefði Ísrael verið konungslaust ríki. Og Samúel var svona millilegu fólksins við Guð, en það var komin upp í krafa hjá lýðnum eða hjá fólkinu að fá konung. Og þeir vildu vera eins og önnur ríki sem voru með konung yfir sér. Og Samúel spámann hann mislíkaði þetta, en þegar hann leitaði til drottins, þá sagði drottin við Samúel, hlýddu kröfu fólksins og taktu þetta ekki nærri þér. Fólkið hefur ekki hafnað þér, sagði Guð, heldur hefur fólkið hafnað mér. Þannig að þessi krafa komi upp eftir að fólkið hefði hafnað Guði eða snúið hjarta sinu frá Guði. Þá kom krafa skurðgóð. En drottin sagði við Samúel, varaði þjóðina fyrst alvarlega við og kynntu þjóðinni þessi réttindi sem að konungurinn fær yfir þeim ef hann á að ríkja yfir þeim. Og það er mikilvægt að átta sig á, sem að eina benti mér á þegar ég var að ræða þetta við hann, var á þessum tíma voru konungar dýrkaðir eins og guðir. Og þeir höfðu svolítið þessa stöðu eins og þeir væru guð yfir lýðnum. Og þessi frásögn tákmynd upp á hvernig þjóð býr sér til skurðgóð eða líka manneskjur sem það vill láta tilbyggja ríkja yfir sér. Og viðvörun Samúels sem er hérna í 10. versinu er lýsing Guðs á því hvað það getur kostað okkur að vera með skurðgóð í okkar lífi. Og það getur hreinlega kostað okkur lífið okkar. Og í 10. versi segir, því næst greindi Samúel fólkinu sem krafðist konungs af honum frá öllum orðum drottins og bætti við. Konungurinn sem á að ríkja yfir ykkur hefur þennan rétt. Hann sækir syn ykkar, setur þá stríðsvagna sína á hesta og þeir hlaupa á undan vagni hans. Hann gerir syn ykkar að liðsforingjum yfir 1000 mönnum eða flokksforingjum yfir 50. Hann lætur þá plæja akra sína, vinna við uppskeruna, smíða vopn sín og búnað stríðsvagna sína. Hann sækir dætur ykkar til að búa til smyrsl, elda og baka. Hann tekur af ykkur bestu landspildirnar, víngarðana og olíulundina og fær hirðmönnum sínum. Hann tekur 10% af afrakstri kornakra ykkar og víngarða og fær hirðmönnum sínum og höfðingjum. Hann sækir þræl ykkar og ambáttir, bestu ux ykkar og astna og tekur til sinna nota. Hann tekur 10% af fénaði ykkar og þið verðið þrælar hans. Skurðgóðin, og auðvitað er þetta misstór skurðgóð í lífi okkar. Sum geta verið bara mjög lítil, önnur geta verið risastór. Fyrir eftir hversu mikið við erum að leitast eftir að fá frá hverju skurðgóði. Skurðgóðin fara að ríkja yfir okkur og við verðum þrælar þeirra. Og skurðgóðin í lífi okkar geta tekið allt frá okkur. Svo segir hérna í 8. versi, þá munið þið kveina, þannig að Samúel að tala við fólki, þá munið þið kveina undan þeim konungi sem þið hafið kosið, en fólki vildi ekki hlusta á þetta. Það sagði bara, nei, við viljum hafa konungi yfir okkur, við viljum vera svo aðra þjóðir og konungurinn skal ríkja yfir okkur. Og Samúel hlustaði á það sem fólkið sagði og sagði drottni frá því, en drottni svaraði hlýddu kröfu fólksins. Og jafnvel þótt að Guð, þetta var ekki samræmi við vilja Guðs, af því að Guð átti einn að vera konungur yfir fólkinu, þá sagði
lét Guð undan kröfu fólksins. Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja. Við erum frjáls og höfum val til að vera með eins mikið skurk og við viljum. Við höfum val til þess að fylgja honum ekki, en Guð vill að við fylgjum honum af öll okkar hjarta. Og það tekur tíma og það vinna sem við þurfum að vinna með Guði. Það ekki bara þannig að við endurfæðumst. Andinn okkar verður fullkominn. Hann verður fæddur af Guði og það gerist leið og við stígum skrifa að endurfæðast. En sálin okkar þarf tíma til þess að fara úr holdinu og yfir í andan. Og það tekur tíma og það gerist meðal annars með endurnýjun hugarfarsins. Og það sem við höfum lagt rosalega ríka áherslu á. Og það gerist með því að lesa orðið. Og það gerist með því að hugleiða og biðja. Og það gerist smátt og smátt, meðal annars með því það sem þið að gera með að koma hinga á þennan lestur og í hugleiðslubænum á eftir, sem mjög gott. Þetta, eins og ég sagði þetta ekki fordæming. Ég fann skurgo í hjartanu mínu í morgun þegar ég var að undirbúa hana lestur, og það allt í lagi. Við eigum að gleðjast og fagna þegar við finnum þau, af því að það það sem Guð vill. Það þýðir að við getum sest niður með Guði og losa þetta út úr hjartan okkar. Já, amen. Að fylgja mér? Já. Það gott þegar við finnum eitthvað skurgoð í hjartan okkar. Og Guð vissi alveg hvernig heimurinn í dag og hvernig við sem manneskjur erum. Hann skapa okkur og þess vegna hann með svona mikla áherslu á nákvæmlega þetta atriði í Biblíunni, svo við getum fengið þessa visku og unnum úr honum til að hreinsa þetta út. Og það þetta hjarta sem að Guð elskar svo mikið. Það þetta hjarta að segja Guð, opinberaði fyrir mér það sem í hjartanu mínu. Hjálpaði mér að hreinsa út það sem kemur ekki frá þér. Það það sem hann vill og þráir. Hann vill, það færir okkur nær honum og gerir það verkum að verum líkari honum og við fáum að lifa í nánara samfélagi við hann. Ef við værum fullkomin, þá þyrftum við ekki á honum að halda. Að fylgja mér. Þetta svo mikilvægt fyrir okkar samband við Guð. Amen. Amen. Og í fyrra bréfi Páls til Kórintumanna, 7. kafla 12-13 versi segir: Allt mér leyfilegt, en ekki allt gagnlegt. Allt mér leyfilegt, en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Amen. Maturinn fyrir magan og maginn fyrir matinn, en Guð mun gera hvort tveggja að engu. Sál okkar og andi fyrir inn í himnaríki Guðs í eilífðina, þegar okkar jarðvist hérna víkur. Allt hitt skilja eftir. Eignirnar, peningarnir, maturinn, ekkert af þessu að fara að koma með okkur inn í Guðsríki. Guð að segja, við megum ekki láta neitt hafa vald yfir okkur í þessu lífi annað heldur en hann. Amen. Amen. Og þarna fyrir Samúelsbók, það sagt frá því þegar Ísrael var á þessum tíma endalausu stríði við nágranna þjóðir, og það sem Guð gerði var að hann setti Sál sem konung yfir Ísrael. Og Sál var smurður af Guði til þess að vera konungur yfir Ísrael, af því að Sál var mikill Guðsmaður. Hann fylgdi Guði, hann hlýddi Guði, hann þekkti Guð. Og Samúel varaði þjóðina við og sagði: Jæja, nú þið búin að fá konunginn sem þið viljið. Og hann sagði: Gott fólk, ef þið fylgið og hlýðið Guði og sömuleiðis konungurinn ykkar, þá mun ykkur vegna vel. Og Sál gerði rosalega merkileg kraftaverk og svona rosalega flotta vinnu fyrir Ísrael, á meðan hjarta hans var að fylgja Guði og hann hlýddi hans boðum, og honum vegnaði mjög vel. En svo fór að halla undan að því að Sál gerði þjóðina að skurgoði hjarta sér, með þeim afleiðingum að hann fór að óttast fólkið. Hann fór að bera óheilbrigða ábyrgð á fólkinu, og Sál fór að þarfnast þess að fólkinu líkaði vel við hann. Hann hafði meiri áhyggjur af því hvað fólkinu fannst hann, heldur en hvað Guði sjálfum fannst hann. Og það hafði því áhrif að hann hlýddi fólkinu fremar en Guði, og afleiðingin var svo að smurning Guðs og andi Guðs yfir Sál fór, og Guð útvaldi nýjan konung sem var
Davíð, konungur. Og myrkrið tók yfir líf Sáls sem sökk dýpra og dýpra í syndina og fjarlægist Guð meira og meira. Þannig ég hvet ykkur til að lesa Samúelsbækur og svo eru líka mjög skemmtilegir þættir sem heita King David sem eru held ég á Prime sem að fjalla þessa bækur í biblíunni frábæru þættir og mæli með að horfa á þá. Og Chosen, eða hef ekki orðið það? Já, Chosen þættin líka. Þannig að nú ætlum við að fara að koma okkur í hugleiðsluna en fyrst ætlum ég að segja hvernig losnum við skurðgoðin. Fyrsta skref að vita en Guð alltaf að tala til okkar. Þannig að við þurfum fyrst að vita af þeim og við þurfum að hlusta. Guð að tala til okkar með vandamálunum í líf okkar og þegar við finnum skurðgoð þá gleðjumst við og setjumst niður með Guði af því að þegar við sjáum skurðgoð þá þýðir að við erum að heyra í Guði, það þýðir að við erum að hlusta Guð af því að Guð að tala til okkar. Og það furðulega einfalt að losa okkur við skurðgoð, einfaldlega út af þeirri staðreynd að Jesús Kristur þegar búinn að vinna alla vinnuna fyrir okkur. Hann þegar búinn að deyja á krossi, rísa frá dauðum, sigra öll skurðgoð, sigra allt myrkrið og það eina sem við þurfum að gera að taka við því í trú. Og eitt af því sem að Jesús Kristur gerði þegar hann dó á krossi og reis upp frá dauðum var að hann iðraðist fyrir hönd okkar allra. Á ensku þetta kallað repent. Hann iðraðist allra þeirra skipta sem að við mennirnir eltum fánýt og gagnslaus skurðgoð eða hjá Guði. Hann iðraðist allra þeirra skipta þegar mennirnir höfnuðu Guði eða snéru hjarta sínu frá honum. Og hann iðraðist, Jesús Kristur iðraðist fyrir okkar hönd, jafnvel þótt að hann sjálfur hefði aldrei nokkuð tíman snúið hjarta sínu frá Guði, frá föðurnum. Hann sjálfur hafði aldrei nokkuð tíma dýrka skurðgoð eða elt ykkur að fánýta hjá Guði. Og þessi iðrun hans, iðrun Jesú Krist, svona ofurkraftur Guðs sem að eyðir öllum skurðgoðum og snýr hjarta okkar aftur til Guðs á því sviði sem skurðgoði var. Og þessi iðrun rosalega kraftmikil. Rosalega kraftmikil. Og þið megið skrifa þetta niður eða viljið. Þetta eru 3 skref. Fyrsta skrefið, finna skurðgoðið. Það gert með því að hlusta Guð, biðja hann opinberun eða bara hreinlega opna augun. Hvaða svið í lífi mínu óheilbrigt, fullt af myrkri. Bara með að spyrja okkur þessar spurningar getum við fundið skurðgoð. Svo skrifum við niður, svo við getum unnið með þau. Númer 2. Við komum til Guðs í bæn og með iðrun í hjarta vegna skurðgoðsins og við segjum fyrirgefðu Guð. Ég iðrast í duft og ösku fyrir að hafa haft þetta skurðgoð í hjarta mér. Fyrir að hafa snúið hjarta mínu frá þér. Og í 3. lagi þá kemur lækning Guðs og hjarta okkar snýr aftur til hans. Við afhendum þetta skurðgoð, hvort sem það er matur, annað fólk, vinnan okkar, peningar, völd, heilsa, heilbrigðiskerfi, eitthvað annað kerfi. Afhendum það inn í iðrun Jesú Krist. Þá erum við að afhenda þetta til hans fyrir fullt og allt og taka við þeirri lækningu og því frelsi sem að Jesús hefur gefið okkur af því að hann búinn að vinna þetta verk. Hann búinn að vinna það fyrir okkur. Búm! Skurðgoðið farið úr hjarta okkar fyrir fullt og allt og hjarta okkar hefur snúist aftur til Guðs og ljósið byrjar að flæða inn í þetta tiltekna svið í líf okkar og verður heilbrigt. Við erum ekki lengur að bera ábyrgð á okkur sem við getum enga ábyrgð borið á og ofhugsanirnar þetta svið þær hverfa. Við fáum frið, þörfum okkar fullnægt af Guði sjálfum og við færumst nær Guði og við eigum nánara samfélag við hann út af því að þetta gerðist. Amen. Amen. Nú ætlum við að fara inn í hugleiðslubæn og minnum okkur á 5. kafla Galatabréfsins þar sem segir að við séum frelsuð til frelsis.
Amen. Og við eigum því að standa stöðu og láta ekki leggja á okkur ánögar ok. Heimurinn er heimurinn. Við viljum ekkert með heiminn eða það sem er heimsins að hafa. Jesús Kristur fullnægir okkar þörfum og gefur okkur allt sem við þörfnumst og við leitum hans fyrst. Hvaða sem kann að vera sem að þið vantar. Amen. Amen. Við ætlum að fara í hugleiðslubæn. Ég ætla að slökkva inn á þessu ljósi. Og í þessari hugleiðslubæn sem að verður kannski bara frekar stutt, þá ætlum við bara að stíga þessi skref, afhenda, sem sagt, iðrast, koma fram fyrir Guð. Bara ímynda okkur að við bara komum til hásæti hans. Við erum bara á hnjánum og við segjum bara, Guð fyrirgefðu. Ég iðrast allar þeirra skurkuða sem ég hef haft eða kann að hafa haft. Það getur verið skurkuð sem þú veist ekki eins og af, það er allt í lagi. Fyrirgefðu. Síðan ætlum við að snúa hjarta okkar aftur til hans og svo ætlum við að afhenda skurkuðið inn í iðrun Jesú Krists. Og þannig öðlast algjört og varalegt frelsi frá því. Amen. Amen. Er einhverju hérna inni, má ég spyrja ánum byrjum, sem að eru komnir með einhver skurkuð í huga sem að þeir eru búin að átta sig á? Já, nokkrir, ok, það er gott. Það er gleði efni, við fögnum því. Ok, en þú? Ég er ekki akkurat núna, en það er búið að vera að gera skýmur undanverið. Já, akkurat. Ok, þá máttu bara koma þér þægilega fyrir þar sem þú situr eða liggur. Ég ætla að bjóða þér að bara draga djúpt inn andan. Getur lammið verið skurðgóð? Ha? Getur lammið verið skurðgóð? Já, og ég var klárlega með það skurðgóð. Ó, þetta er svo skemmtilegt. Heyri, nú ætlum ég að mjúta Helga því við ætlum að fara í hugleiðslubænina. Nú bara afhendurinn nammið inn í iðrun Jesú Krists, já. Og þú dregur djúpt inn andan og ég bara legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Ég ætla að biðja þig um að leiða þetta og ég þakka þér fyrir að heilagur andi lækningar er hérna yfir. Amen. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna stórkostlegt kraftaverk í hjörtum, í heilsu og í lífi allra þeirra sem eru hér í kvöld og eiga eftir að hlusta síðan mér. Og ég bara þakka þér fyrir, Jesús, þegar þú dóst á krossi og vannst þennan stórkostlega sigur fyrir okkar hönd. Í Jesú nafni afhendi ég alla þá sem hér eru inn í þitt ljós, Drottinn. Og ég ætla bara að fara með svona bæn og þið megi endurtaka bara í ykkar hjarta, heima hjá ykkur, ef þið viljið. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú dóst á krossi, að þú reist upp frá dauðum. Og lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Ég hleypi þér í Jesús inn í hjarta mitt. Og ég vel að fylgja þér og gangi þínu ljósi alla eilífð. Amen. Amen. Og ég kem fram fyrir hásæti þitt, Drottinn, með djörfung. Og ég fer á hnén
Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, Faðir. Og ég iðrast alla þeirra skipta sem að ég var með skurðgoð í hjarta mínu. Ég iðrast alla þeirra skipta sem ég leitaði eitthvert annað þegar ég átti að leita til þín, Faðir. Og ég iðrast alla þeirra skipta sem ég reyndi að fá mínum þörfum fullnægt einhvers staðar annars staðar en hjá þér, Faðir. Fyrirgefðu. Og ég fyrirgef sjálfur mér. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Og tek ég öll skurðgoð eða hjáguði sem eru eða kunna að vera til staðar í mínu hjarta, í mínu lífi. Og ég afhendi þetta inn í iðrun þína, Jesús. Takk þetta. Takk þetta allt. Og ég þakka þér fyrir að þú losa mig við þetta. Og ég vel að snúa hjartanu mínu heilshugar og algjörlega til þín, Jesús. Ég vel að leita fyrst þíns ríkis og þíns réttlætis á öllum sviðum lífsins. Og ég seti Jesús allra efst í hjarta mitt núna. Ég seti Jesús ofar öllu öðru í hjartanu mínu. Af því að þú einn ert minn Guð. Það er engin annar Guð. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að það ert þú sem að sinnir öllum mínum þörfum. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú gefir mér núna allt sem ég þarfnast hér og nú, hvað sem það kann að vera.
ég þakka þér fyrir þessa stórkostlegu lækningu. Sem að fyllir hjarta mitt núna. Síðan ætla ég að bjóða ykkur að taka bara svona kannski 1 til 2 mínútur. Það sem að við sitjum bara í ljósi Guðs og bara hlustum. Sem Guð talaði til mín. Mér langar að heyra í þér. Við ætlum bara að hlusta núna. Amen. Ég ætla að biðja fyrir öllum sem eru hérna áður en við komum tilbaka og ljúkum fundinum. Ég þakka þér heilagur andi að þinn stórkostlegi kraftaverka kraftur, þinn lækningakraftur kemur yfir og inn í hjörtu allra þeirra sem er að hlusta núna. Í Jesú nafni lýsi ég yfir að hver og einn hérna inni er læknaður, heilbrigður, frjáls. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að öll bönd eru slitin af, öll höft eru farin. Í Jesú nafni tala ég frelsi þitt, Jesús Kristur, inn í hjarta og sál og inn í huga og inn í líkama og inn í heilsu hverjar einustu manneski sem að hlustar á þetta. Í Jesú nafni komdu núna heilagur andi til að vinna þitt verk. Og þakka þér fyrir. Takk fyrir. Í Jesú nafni, amen. Amen.